Stefnt að sölu eigna fyrir 8 milljarða samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs. Líklegast að reynt verði að koma bréfum ríkisins í Íslandsbanka og sparisjóðunum í verð seinna í vetur. Hlutur ríkisins í 8 bönkum og sparisjóðum arfleið frá hruninu. Samanlagt bókfært verð þessara hluta 140 milljarðar króna. Langverðmætastur rúmlega 80% hlutur í Landsbankanum. Hann skráður á rúma 120 milljarða. 13% í Arion skráð á tæpa 10 milljarða og 5% í Íslandsbanka á rúma 6. Þá hlutur ríkisins í 5 sparisjóðum skráður samanlagt á tæpa 2 milljarða króna. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs á að selja ríkiseignir fyrir 8 milljarða. Þar horft til þessara hluta í fjármálafyrirtækjum. Að einhverju leyti gæti þó arður af þessum eignum komið þarna inn í staðinn. En hvað nákvæmlega ætla menn að selja? Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur að svo stöddu ekki til að selja hlutin í Landsbankanum eða hlutin í Arion. Menn vilja hins vegar reyna að koma bréfunum í sparisjóðunum í verð sem og eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Ekkert verður þó gert, segja heimildir fréttastofu, nema að ásættanlegt verð fáist. En gangi bjartsýnustu áætlanir eftir mun ríkið aðeins eiga hlut í 2 fjármálafyrirtækjum að ári en ekki 8 eins og nú